Gjörðu vel. Velkomin í Tvo kalla, þátt númer 22. Í þættinum í dag verður eitthvað dagsins, trúnó dagsins og hlustandi dagsins, eins og í öllum öðrum þáttum. En fyrst byrjum við alltaf á að spjalla, bara svona eitthvað. Og ég ætla að spjalla. Ekki með eitthvað? Jú, soldið. Soldið dagsins er... Já, Ég ætla að segja þér eitt svolítið merkilegt. Já. Mér finnst það merkilegt og sennilega engum öðrum. Okay. Að ég sko, ég varð fyrir því, og ætla ég að gerast mjög sjálfsmiðaður, að sko, ég varð fyrir því að það dómaður sem að er bara sænskur kall og hann sem sagt var á svolítið skringilegan hátt rosalega stór hluti af lífi mínu þegar ég var svona 18 ára til kannski sérstaklega til svona 25 en alltaf bara og á þann hátt að ég hlustaði mjög mikið á tónlistina Ok. og þetta sem sagt Thomas Lindberg eða Tomba í hljómsveitinni At the Gates Sem engin veit hver nema þú eða hvað? Jú, þetta er svona á þennan svona þungarokksskala er þetta frekar stórt band Okay. og þeir eru aðalega þekktir fyrir bara eina plötu sem heitir Slaughter of the Soul og kom út 1995 og er og bara ótrúleg plata Já. og hérna Man eftir því. já, og einhvern veginn svona náttúrulega þú og hérna hinir sjómlarnir sko þið voru bara að hlusta á lög Nei. það ekki? Nei. Það var bara svona lag og lag svona sem að vara Ekki gamla daga? eins og í dag sko Nei, það er bara í dag. Sko. voru plötur líka Já, geisladiskar? já, það er ekki bara hlusta okkur að sappplötur bara eitthvað létt Nei. hérna reyfi staurinn og eitthvað Nei, ég var Það ekki? með alls konar plötur. já, ok, þá tekið tilbaka en í þungarokkinu var þetta mjög fókusur á plötur sko og þessi plata, bara sérstaklega þessi plata er sú plata sem að ég hef hlustað á oftar en nokkuð annað í heiminum Já. og ég kann hvern einasta svona húk á þessari plötu utanbókar ég geti flutt þessa plötu fyrir þig Bara með munninum með bara munnað öll hérna hljóðfærin og textan á allt sko. það er bara lýgilegt Nei. og hérna Vá. og þessi plata og ég var að tala með þessi áhlanna 18-25 ára sirka þessi plata er bara svona soundtrack fyrir líf mitt á þessum tíma Já, ok. og ég fann bara svo skrítið og reyndar hef ég hitt hann tvisvar sko Já. þannig að það kannski spila aðeins inn í en sko reyndar hérna já, ok það sem að mér var svo skrítið er að mér fannst í alvörinni bara eins og ég hefði mist bara hlut af lífi mín bara þú veist þetta ég var að syrgja samt er þetta bara einhver tónlistamæður Já. ótrúlega skrítið Einmitt. Og- Hvernig dó hann? hann dó bara í seinustu viku Já, einmitt. og hérna hann sem sagt fekk krabba og þurfti að fara í aðgerð og það var víst ekkert hvað við segja, líkurnar á að það hún hefnaðist vel voru ekkert frábærar þannig að hann sem sagt tók upp sönginn fyrir seinustu plötu að þið gets daginn fyrir aðgerðina og það er ekkert annað tilbúið það er bara til söngur bara trakkið og svo er þeir að fara að búa til plötuna út frá því, rosa skrítið já, ég ætla að segja þetta mér finnst þetta svolítið merkilegt að finna sko að hérna að ég fann sko hvað einhver tónlistarmaður var stór hlut af lífi mínu ég held að margir geti tengt við það Já, einmitt, ég er að reyna sko hérna af því að þú varst að segja mér sko að benda mér á sem að ég reyndar er meðvitaður ég á svo erfitt með að sína hlutum áhuga og athygli sem að ég hef ekki áhuga á Ertu að meina að ég var að stríða þér á talaðir ekkert ruðning við mig? Já. Viltu ekki tala ruðning við mig? Nei. Ég var að reyna að sýna Þorsteini, ég bara tók upp símann og var að bíða eftir að hann var eitthvað að tæknast og þá var alveg rosaleg
rosalegt hlaup hjá hlaupara og ætlaði að sína hún það 15 sekundar myndband, bara nei vildi ekki segja, teka ekki mál Ég bara nenni ekki að eyða lífið mínu í svona tilgangslösa sekundu. Þess vegna horfi ég ekki heldur á sko vídeo sem að þið eru að senda mér þegar fólk sendi mér svona eitthvað bara, jafnvel, og það er oft ok, reyndar er þetta, ég vil eitthvað hulda að bestu vinni mín eða eitthvað og reyna að fá allir að vera með senda mér einhverja vídeo og þú bara, ef þið skrifið ekki neitt með þessu þá nenni ég ekki veitu, hvað ert að sína mér hérna ég vil eitthvað segja þetta sér sjálft ég bara nenni ekki að finna út þessu þannig að mér stóra regla ef að myndbandi er stittra en 1 mínúta þá er alltaf að senda það á þess að skrifa neitt okay. en mér finnst rosalega skrítið þegar vinir mínir senda mér eitthvað YouTube myndband og ég opna það og það er bara 8 mínútur ég bara, veitu, hvað er ég hóið þetta? Ég sendi þið nú 90 mínútur um daginn en ég skrifaði mjög mikið með því Þú skrifaði með því, já og ég horfði á svona bút og bút en nei ég á mjög sjaldan 90 mínútur bara, herri já, ég fyrir í þetta og bara meiri sem mjög sjaldan 8 mínútur nema að ég sé bara þetta er geðvitt áhugavert ég ætla að horfa á þetta eða oft setja ég þetta bara eitthvað svona what's later dæmi já. Nei, sko, sem ég gerði við þetta 90 mínútur dæmi á þér já, þetta 90 mínútur dæmi á mér ég náttúrulega hafði engan tíma ég var að leiðin að fara að sofa og var að fara að upplóta fælnum okkar inn á YouTube og ég er mögulega með aðtilsprest, ég veit það ekki Nei, mitt Herðu, Þú ætlum kannski að fara til sálfræðings Hann vill meina ég sé með aðtilsprest en hérna ég bara nenni ekki svona vilsu sko. Herðu, allavega Pældi ég ekki hort á 20 sekundars myndband Ég fer hann inn á YouTube og ætla að hlaða upp hann að skrána okkar Svo bara herðu eitthvað, ég man ekki hvað það var eitthvað, hérna, já 20 hægri sinnaðir dútar eitthvað á móti einum ég man ekki Debate Master eitthvað Já, eitthvað og ég er svona, þetta er áhugavert smelli og það bara grípa mig og ég horfði bara næstu 90 mínútur hlóði ekki upp skráni það sem ég horfði á var alveg áhugavert hlóðstu ekki upp skráni, glemdi því já, svo fór ég bara svo að því að klukka var nú 2 eða eitthvað og, hérna, og svo bara vaknaði með böga og bara fesku daginn yfir nei, menn að líf mitt er svona daldið sko en líka því að já, það er svo næst það er þögn heima sko, það er svo næst þögnin elska það bara, ég get bara hangi í símanum og ég get bara eitthvað chillað ég tengi svo við þetta sko, loksins þegar að fólk er sofandi og maður getur fengið að vera í friði þá vil ég ekki fara að sofa nei, og ég ætla að segja ykkur eitt lindamál sko mér finnst alveg smá næst þegar Hulda sopnar með stelpunum það fara allt kvöldið já það væri bara alveg gott að hún hlustar ekkert á þess að þetta Herðu, hún reyndar að fara að hlusta helvítið en auðvitað finnst mér líka næst þegar hún kemur fram og við horfum saman á eitthvað og jafnvel spjöllum saman sem við náum ekki að gera almennt annars Nei. Hérna Já, farið eitthvað? Er ekki bara komið að ég er nefnilega með eitthvað skal ég segja já Eitthvað dagsins fjallar örfhent fólk Já Er þetta dragár eða? Svo, gefur ljós Ok Sko, ég ætla að segja þér svolítið merkilegt Já Þú veist hvað er að vera örfhentur Það er þess að skjótast á klóstu Nei, tjók Það sko, örfhentu fólki Ertu farin? Nei Jésús Já, segðu mér Já. Sko, örfhentu fólki því hefur verið að fjölga Ha? Já Nei, nú lígur þú Sestu niður, drengur Sko, fólk er að hlusta Og hérna og sko, Ég settist á settist hún á headphone-in Fólk getur hort á þessa bíósýningu á YouTube eða vil Ekki tala um YouTube fjöldi örfhendra Já það bil þrefaldaðist frá fyrri heimstyrjöldinni sem er hvenær? Fyrri? Já, flottur 1900, henni lauk 18? Já, 1914 fram að seinni Fjölgaðum þá? Þrefaldaðist Ok Ég veit okkur Það er ekki magna? Ég veit okkur Ok, svona gróft á liti Og við erum, það er hérna graf frá Bandaríkjunum
örvenda í Bandaríkjunum sem að sýnir þessa tíðni og það er mjög áhugaverð lína og að því að við erum í hljóði en ekki í mynd yfirleitt þá þarf að lýsa þessu svona þetta er það sýnir tíðnina fara frá þetta er gott útvarp 5% 5% fólks eru örvend rétt upp úr 1880 og svo fer það niður fyrir 4% rétt eftir aldamót og svo fer það stigvaxandi jafnt og þétt alveg bara beint svona upp á við alveg fram að seinni heimsstyrjöldinni þar fer það yfir 11% og svo nærða tíðninni tæplega 12% í Bandaríkjunum upp úr 1960 og svo er það bara alveg flatt bara frá þeim tíma til dagsins í dag það er bara alveg steady hversu mikið af fólki er örvend því hefur ekkert verið að fjölga eða fækka í þessi 60 ár sem er liðin eru 65 ár sem liðin eru frá 1960 og það sem er líka áhugavert er sko að fjöldi örvendra var mjög breytilegur eftir löndum og svæðum heimsins og örvendum sko fjölgaði í mörgum löndum á svipuðu tímabili og er núna á bilinu 10-12% allstaðar þannig að svona 10-12% fólks er örvend núna ég kannski ekki að koma þér alveg óvart ef þú veist hvert ég er að fara með þessu en ég ætla samt að spyrja nokkra spurninga já er litið niður á örvend fólk? Er litið niður á þau? Já Nei, ég myndi nú ekki segja það Ok Fær örvend fólk frelsi til að vera örvend? Í dag, já okay. Já, þú veist, þó að umhverfið svona sé kannski ekki beint stiðandi við örvenda alltaf Nei Ég veit það Ok en þú segir í dag þannig að einhvern tímann var það ekki þannig Nei Ok Það er svona það sem ég ætla að leiða okkur áfram sko að sko á þessum tíma sem að farið þannig að það sem að dippan í grafinu var svo kringum aldamóti 1900 þá var litið bara verulega niður á örvenda þá var í alvörunni félagslega erfitt að vera örvendur ég sko og lagalega ok hvað er með sögu? Já, þú veist, í skólum Já, það meina þannig Já, það var nefnilega næsta sko Pabbi minn, hann er örvendur og því að ég er mögulegu beri fyrir þennan ræðilega sjúkdóm og sko hann er fæddur 49 og það er ekki lengra síðan að þegar hann var í barnaskóla á Akranesi þá var vinstri höndin á honum bundið fyrir aftan bak og honum var skylt að læra að skrifa með hægri bara í kringu 1950? Já, upp úr 50 What? Já. Og og hann mann eftir þessu sko og þú veist mögulega er þetta ástæða fyrir því að hann var aldrei með neitt sérstaklega frábæra rithönd með vinstri sko af því að hann alltaf fór að skrifa með vinstri þegar hann fekk að gera það í friði skilur. En hvenær, var það ekki í grunnskóla? Veit það ekki nákvæmlega, nei, sennilega ekki það var verið að hamast á honum að skrifa ekki með vinstri það væri bara algjört vesen og það myndi alltaf vera að draga höndin eftir blegginu og þú veist, þetta væri bara einhver svona, þú veist, maður gerir ekki svona sko og það sem er svo skrítið sko, þú veist, að ef við orðum þetta svona aðeins á svona ákveðin hátt þá mætti segja að örvendum hafi verið haldið niðri það er að segja að þau fengu ekki að vera eins og líka með þeirra sagði þeim að vera og glímdu við erfiðar félagslegar aðstæður vegna einhvers sem þau réðu ekki við og var einfallega bara hluti af þeim þannig er náttúrulega, þú veist, þetta er pínu absúrt dæmi en ég er augljóslega að bera þetta saman við fara að bera þetta saman við til dæmis hinsegin fólk það er náttúrulega til sko aragrúi af svona algengismælingum
og gröfum yfir fjölda af homum, lesbíum, tvíkynhneigðum, transfólki og öðru hinsegin fólki og og þetta fylgir svo gott sem sömu línu og ég var að lýsa á hann Já, það og ég reyna með anagraf sem unnið í fyrra, þetta glænýtt þetta unnið í fyrra þetta niðurstöður úr 26 löndum og í hverju einasta landi af þessum 26 var að lágmarki 1000 manns spurðir þannig að við erum með svona ágætis úrtak getum við sagt og þarna fólk sem sagt flokkað eftir kynslóðum og spurt að vera að finna algengi af LGBTQ fólki og þeir sem flokkast sem baby boomers eru fæddir 45-65 þar eru við með 5% þeirra eru hluti af því samfélagi og svo Generation X sem fædd 66-79 þar eru við með 6% svo það millennials þau eru fædd samkvæmt þessari greiningu 1980-95 þar eru við komin í 11% Já. og svo erum við með Generation Z fædd eftir 96 þar erum við 17%. Þetta faraldur Þetta er smitandi sjúkdómur virðist vera eða að þetta sé eitthvað svipað og með örvhenda að það sé í rauninni og hafi alltaf verið einhver prósenta sem við vitum kannski ekki ennþá hversu mikil af því að þetta graf ekki búin að ná flata dæminu skilurðu sem að hefur ekki komið fram í algengismælingunum af því að og nú kemur hérna smá frá hvað segja tölfræði sérfræðingi sem ég talaði aðeins við þetta Já, þú fórst þangað Já og hún segir eitthvað á þessa leið að sko það er algengt að það sé vanmat á hvað eitthvað er algengt í samfélaginu ef þekking okkar á því er ekki nógu mikil eða að við eigum það til að hunsa ákveðin merki til dæmis ADHD eða einhverju hjá stelpum þetta breytist eftir því sem að þekkingin verður meiri og vitund almennings eykst og þótt eitthvað aukist í algengistölum þarf það ekki endilega að endurspegla aukningu í samfélaginu Fattar þú? Já og ég fór eiginlega að hugsa þetta út frá því sem að hefur verið í gangi núna í Bandaríkjunum í vikunni eða síðustu viku þegar þessi þáttur kemur út og það er sko þetta ný tilkomna tal einhverju og að Tylenol eða paracetamol valdi einhverju eða auknum líkum á einhverju þó svo að hvað segja, einhverju hafi verið skilgreind minnum í 1911 og Tylenol kom að marka 30 og eitthvað árum seinna en sko það er hins vegar alveg rétt að sko hlutfall einhverfra árið bara pick one, bara 1925 miklu lægra en 2025 Já en það þarf ekkert að þýða samkvæmt því sem er búin að fara í gegnum hingað til að einhverjum sé að fjölga það þýðir heldur ekkert að einhverjur hafa alltaf verið nákvæmlega margir eða svo veist jafn hátt hlutfall þannig að punkturinn minn í dag er rauninni bara sko við þurfum svolítið að pæla í hvernig mælingar eru gerðar og þegar við erum að tala sko algengi á einhverjum fyrirbærum breytileika mannsins saman hvort það er að skrifa með vinstri eða fíla sama kyn sko það
er bara svo rosalega margt sem að spilar inn í, þetta er svo núanserað, það er ekki bara svo einfalt að við getum stuðst við mælingar hverju sinni. Nei, einmitt, til þess sko við getum alveg fengið mælingar og rannsóknir og bara eitthvað, þær standa, en ef við ætlum að gera eitthvað meira við þær, heldur en bara tala samkvæmt þessari rannsókn, ef við ætlum að draga ályktun, ef við ætlum að yfirfæra á stærra þýði, að þá þurfum við að taka alls konar tillit til hluta, og þetta er náttúrulega eitt af því sem að ég las orðræðu forseta Bandaríkjanna og hans fólks þegar þeir eru að tala við höfum fundið hvað veldur einhverfi, eitthvað svona og hann aðstofaprófessor í sálfræði nafnið hans, ég veit ekki viðtal við hann, allavega hann er mjög fróður maður og svona tölfræði líka, og hann bendi á, hann er semst að vísa til þess, þar að segja forsetinn og í Bandaríkjunum er orðaðan út frá fylgni sem er náttúrulega alveg ótrúlegt að bara fái að slæta það sem hefur að mjög margt ótrúlegt sem fekk að slæta í þessu viðtali. Nei, bara fundi að það sé dregin ályktun orsakatengsl þegar að fólk sér fylgni á milli einhverja hluta og fólk þarf ekki að hafa tekið marga kúrsa eða setið marga tíma í tölfræði til þess að átta sig á því að fylgni þýðir ekki orsakatengsl eða orsakasamhengi og ég man ekki hvort ég sagði einhvern tímann með tengsl fjölda Nóbelsverðlauna hafa við súkkulaði. Nei, sagði ekki. Þetta var eitt dæmi sem bara sprengdi hausinu mér þegar ég var að læra þetta í fyrsta skipti og það er og það var bara sínt graf það er bara línuleg fylgni á milli fjölda Nóbelsverðlauna hafa í hverju landi við tíðni eða magn súkkulaðis sem er borðað í því landi, sem þýðir því meira súkkulaði sem þjóð borðar því fleiri Nóbelsverðlauna hafa eru þau með. Augljóslega. Og þá er þetta að draga það ályktun út frá þessari vinnuaðferð. Já, heyrðu, við vitum að auki súkkulaði, að súkkulaði er gott fyrir okkur. Við höfum að borða mikið súkkulaði því að þá verðum við Nóbelsverðlauna hafar. Þetta er fylgni en ekki orsakatengsl. Þetta með öðrum orðum á ekkert sameiginlegt eða tengt virkar ekkert á hvert annað, það bara vill svo til að það er fylgni þarna á milli. Já, svo annað frægt svona dæmi er að eftir því sem að sjóræningum fækkaði, því meiri varð hnattræn hlýnun. Já, einmitt. Það helst algjörlega í hendur. Þannig að við þurfum að reyna að koma sjóræningum aftur á rétt strik. Já. Því að þá minnkar global warming. Bara við verðum að fjölga, en það er augljóst. Þetta er bara tölfræði. Já. Þú leggur bara þessi tvö gröf og hvort annað. Já. Þetta er sama grafið. Já. Þannig að það hlýtur að vera augljóst að þetta er mál. Ég meina, það hlýtur ekkert að er það. En þetta er nefnilega í alvörinni óþægilega algengt. Já. Og með þessum hætti er auðvitað hægt að afbaka og skapa upplýsinga óreiðu. Já. Þegar við erum að vinna með sannleika, við erum að vinna með eitthvað sem er viðurkennt sem er vísindi og rannsóknir og svo bara búum við til einhverja mynd sem okkur hendar. Já. Það er fínt að pæla svolítið í þessu, svona, hvað ég segja, skoða þetta í stóru samhengi og þú veist, það sem að kemur upp í hugan er náttúrulega augljóslega transfólk. Það er, það er bara augljóst að transfólk hefur alltaf verið til og því hefur verið haldið niðri og það hefur mismikið samt sko. Mismikið, eins og við höfum talað um áður en ef við alhæfum aðeins núna og ef svona generalism sko, þá hefur verið miklu erfiðara, held ég, verandi bara algjör kall, að koma út sem trans fyrir 50 árum heldur en það var fyrir 5 árum. Það var reyndar sennilega auðveldara fyrir 5 árum en í dag, en það er önnur saga. Og sko margt fólk hlýtur að hafa bara
harkað af sér og bara verið í felum allt sitt líf það segir sig eiginlega sjálft og hérna ef við ætlum að draga ályktun út frá því sem að við vitum önnur svið akkurat ef við setjum þetta í samhengi við bara eitthvað svona idiotíst eins og að vera örvhendur og við þurfum að hugsa þetta líka kannski varandi einhverju, varandi ADHD varandi hitt og þetta sem að ekkert endilega að fjölga en samt að vera að tala það og vinna með það eins og ég sé að fjölga af því að fólk hefur ekki hundsvit á tölfræði og mælingum og algengi Við ættum kannski að hafa tölfræði sem skildufag í framhaldsskólum öllum skólastöðum það geti að vera verið ég er ekki eins og grínast það gæti verið mjög gagnlegt sko það væri það bara rýni tölur og skilja hérna hvernig maður getur dreigja ályktanir og orsakatengsl og samingi og það var ekki hægt að afbaka svona mikið eins og við gert stundum Svo hérna bara rétt í lokin þá erum við hérna móla dagsins skemmtilegur móli dagsins ég nefnilega rakst á þetta meðan ég var aðeins að lesa mér til hvernig það er að vera örvendur og hitt og þetta að sko 3 þetta er staðrend, þetta er mælt 3 af hverjum 4 staðrend, 3 af hverjum 4 meiri hluti fólks það tekur miklu betur eftir hlutum sem eru vinstra megin við það heldur en hægra megin og þess vegna er algengara að fólk reki sig í hægra megin reki hægri tána í og eitthvað svona mér finnst þetta mjög merkilegt og svo fór ég að pæla þetta var ekki hann, ég hefði átt að googla hvort að það væri eitthvað hefði verið, legið þessu til grundvallar ég fór að hugsa, það þýðir að það eru öruggar að hafa hægri umferð Nú, ertu ekki núna farin að draga ályktanir sem er ekki mjög góðar Nú þurfum við að fara að skoða umferðarslys í Breitlandi versus annars staðar Já, þú hefði nátt að googla það En ertu orðin góður það? Ég er orðin góður, fannst þetta ekki áhugavert og skemmtilegt? Jú, mér finnst skemmtilegt hvernig þú fóst frá Dragáni og beint yfir í Kjarna Þú helst að ég væri að fara í eitthvað rugl Já Það hefði verið, ég hefði haft gaman að því sko. Ég er til í ruglið þó ég sé nú aldrei í rugli Aldrei nokkuð tímann? Nei, viltu ekki bara fá smá trúnó? Ég er bara Má bjóða þér það? Þú vil ekki til það Það kom að mér að vera með trúna á Ég ætla að segja þér Haukur Ég ætla að segja frá upplifun minni af því að vera ég Síðustu daga og vikur sem að svo sem má segja sér líka síðustu árjabel einhverju leiti Sko þú hefur nú kennt mér ýmislegt bara það hvernig, þú veist, maður kemur einhverju frá sér og hvernig maður skrifar það, hver fókusin er og svo framvegis og eitt af því sem að þú hefur bent mér á sem að ég svona fattaði þegar þú benti mér á það er, sko fólk hefur enga samúð með þér þegar þú ert að gera það fórnarlambi, þú sagði þetta ekki beint svona en ég tók því þannig og ég fattaði gott við það, því að stundum á ég til að verða reiður, ósáttur og í rauninni skrifa eitthvað sem að er alveg sjálfsvorkun þú veist, það er alveg, veit ekki að ég eitthvað svona þannig að ég ætla ekki að nálgast þetta með þeim hætti og þú kannski dregur mig ef ég detti ykkur þannig hjálfur og segi, hættu svo væli, kettlingi helvítið þitt nei, heldur, og hér er ég semst að vísa í rauninni umræði sem að hefur verið, sko, þegar við erum að taka þetta upp við tökum upp þættin okkar á 50 dögum fyrir fólk til að vita, en við gefum út á mándum og við spurðum hlustendur okkar þannig að spurðum á hvenær vil ég fá þetta aftur áfram á mándum eða á föstum eða á föstum, getur við tilbúin á föstum og fólk er bara neittak, bara mándag bara flott, ekki breyta neina við erum með íhaldsama hlustendur venjufast lið en þegar við erum að taka þetta upp þá hefur verið dálítil umræða út af alþingismanni sem að var eitthvað ósáttur við mig
og þessi alþingismaður nú fyrirhandi kollegi okkar Já, hann kollegi í dvala svona semi-dvala Já, en hann nú samt líka alveg að beita sér sem þingmaður, sem kollegi líka og það bara hann gerir bara sitt sko en það meira og kannski tengi þarna við eitthvað dagsins það eru ályktanir sem eru dregnar sem að mér langar bara aðeins að heimsækja og lýsa svona aðeins hvernig mér líður með það þetta, þú veist, þið þurfum bara að heimsækja þetta ef þið hefði ekki séð þetta en vegna þess og ástæðan fyrir ég tekið þengað er líka það sem þú kendi mér þegar þú fórst í netrifrildi spindindið þitt þá sagðið þú í fyrsta öðrum þætti að þú ætlar að nota þennan vettvang til þess að ranta þannig að þá hugsaði ef að einhver væri með leiðindið og það má nú alveg segja að það eigi við núna heldur betur, það er búið að vera hamast að þér já það er nefnilega aðeins búið að vera hamast að mér en líka náttúrulega þykir mér afskaplega vænt að finna stuðningin frá fólkinu mínu og ég valdi þegar að þessi þingmaður ákvað bara hreinlega að taka upp myndefni og hann ekki að gera neitt nema að tala mig, Þorsteinn Vaff Einarsson kennara í kynjafræði við menntaskólann í Kópavogi, þú veist við erum alveg að tala þetta er mjög nákvæmt og hann kannski veit hann það ekki en ungt fólk að fylgjónum sér hann í algoritmanum sínum þannig að hann í rauninni þú veist, tekin inn í tíma hjá mér hvort sem ég tala hann eða ekki bara svo við höldum því á hreinu þannig að þegar hann fyrir að tala mig þið getið ímyndað ykkur hvort að nemyndi mínur hafi séð þetta eða ekki og svo kannski ég grípa fram í eða þú veist kannski ertu að fara að tala um þetta en sko er eitthvað óeðlilegt við að viðtal á ríkismiðli sem fjallar kynjafræði tengd mál að það sé tekið sem viðfangsefni í kynjafræði. Það nú akkurat það sem ég ætlaði að fara yfir aðeins. Þannig að þetta er eitt þegar hann gerir þetta, þá náttúrulega bara þú veist, auðvitað finnst og ég náttúrulega get ekki verið að tala eitthvað nemendur mína beint eða einstaka nemendur eða almennt eitthvað, en þú veist, ég held þetta eigi við á fleiri stöðum að ungt fólk í framhaldsskólum í dag, það er almennt á TikTok og það sem að vekur athygli þeirra það dreifist við það og hvað þá þegar þau kannski vita ekkit endilega að kennara þeirra stundum í opinberu umræðu þú veist, þau vita ekkit endilega, ég hef ekkit verið að tala um það og svo allt í einu sjáðu bara einhvern alþingismann Snorra Másson vera að tala Þorsteinn Vaff Einarsson, kennaran okkar þú veist, það vissu allir að þetta hefði átt sér stað allavega en þá að í rauninni því sem að birtist í þessu myndbandi alþingismannsins það sem að hann fer svona aðeins yfir Var þetta á TikTok? Já, þetta var á TikTok Hann tekur upp TikTok? Já, ég held það frekar en eitthvað á Facebook eða Instagram Ég kann ekki TikTok sko. Nei, en ég mér er bent á þetta, ég vissi þetta ekki mér er bent á þetta og þetta er líka frétt á DVAF svo kemur daginn eftir að 2 dögum seinna þá tekur, þá hringir fréttamaður frá Sín í mig og beðum að koma í debate í fréttum í beina útsendingu kynjafræði og ég segi bara, ég bara er ekki til í það sé ekki að það þjónin einu tilgangi og ég vill heldur ekki að umræða kynjafræði og mikilvægi hennar og kynjafræði kennslu sé einhvern veginn tekin út frá forsendum tekin einhvern veginn út frá mér persónulega og mig, bara ég vill það ekki þannig að ég vísa henni á bara formann kynjafræðinga eða kynjafræði kennslu kynjafræði kennara Já, ég sá það það var vel að verki staðið Já, sem María Hjálmdísdóttir sem að vill svo til að í námslegi frá MK og var samkennari minn það er önnur saga en hún sem sagt var þarna aðeins að svara fyrir kynjafræði almennt það sem að ég vil segja Snorri í þessu vídeói, þið getur bara að horta á þetta það er hann að fara yfir eitthvað svona hvað hann hefur gagnrýnt mig og hvernig ég hef gagnrýnt hann og segi svona eitthvað að mér að ég hafa nú ekkit gott álit á honum og eitthvað svona og ég meina það er ekkit leyndarmál að við deilum ekki pólitískum skoðunum Nei, við förum ekkit í grafgötu með það og ég er ég meina ég er feminískur, ég er kynjafræðikennari Hann var feminískur samt Hann hætti því bara Já, það er bara spurning Ég ætla ekki að draga hennar ályktanir Ég ætla að halda mig við það sem hann sagði og ég ætla að halda mig við ályktanirnar sem hann dregur
ok, þarna fer hann yfir einhverja sögu, náttúrulega til þess að byggja upp ákveðið málstað þess sem hann ætlar að segja. Hann sem sagt, og hér kemur svona ákveðið trúnamál sem að ég kannski get ekki farið alveg inn í, en allavega það tekin mynd inn í kennslustofu hjá mér af nemenda sem að af, ef að segja kennslustund, og honum send þessi mynd. Ok, það sem ég að gera þegar þessi mynd tekin, svo ég útskýri það sem ég hef ekki gert neins staðar. Okay. Ég hef hvergi útskýrt þetta að farið yfir þetta. Það sem ég að gera, mér minnir þessi vika 2 og ég semst að fara yfir kynvitund, kyngerfi, kynhneigð, transfólk, þú veist, ég að tala þessi hugtök. Á mánudegi og þriðjudegi ég með alla hópana og ég legg þetta inn og þau eru svona pæla í þessu og eitthvað svona, við erum að fara yfir þetta, fara yfir söguna. Heyrðu, að kvöldi þessa dags, ég semst viku skipti þemanum mínum. Að kvöldi þessa dags birtist kastljósviðtal við þingmann og hana Þorbjörgu vinkun okkar frá samtökunum 78 og þið kannist við þetta viðtal, reiknaði með. Frækt viðtal? Já, og ég bara, nei, þetta djóka. Þau eru að tala það sem að ég akkurat að leggja inn núna. Já. Og ég hugsaði, mér vantaði einmitt kveikju að því í námsmátinu ég með umræðutíma, þannig að nemendurinn mæti umræðutíma í staðin fyrir venjulegt kennslu og svo skipti ég þeim í hópa og þau fá eitthvað málefni til þess að ræða og þau meta síðan hvert annað, bara jafningjamatt, bara þú veist, lagði eitthvað til málana, var ég á staðnum eða var ég bara í símanum og eitthvað svona. Þannig að ég valdi það, en ég átti eftir að finna kveikju fyrir umræðina, eitthvað svona stýrspurningar, eitthvað svona, þannig að þau geti talað hlutina, því að það pínu erfitt að tala kyn og kynvitund ef þú þekkir þau hugtök ekki til ídrustu. Þannig að ég þurfti að einfalda og ég átti eftir að hugsa hvernig náttúrulega að kveikja umræðina. Ég sé þetta viðtal, ég spyr fyrsta hópin, ég er með 4 hópa, ég spyr fyrsta hópin, herru, það var viðtal í gærkvöldi í Kastljósinu, ég sagði ekkert hvað það var, ég sagði bara Kastljós viðtal í gærkvöldi. Ég er með 30 nemendur í hverjum hópi, sinnum 4, og það hafði einn séð þetta viðtal daginn eftir. Og það var svipað í báðum hópunum, eða semst 2 fyrstu hópunum. Þannig ég hugsa, herru, snilt, þá ég ekki endurtöka neitt, herru, það er umræðutími í dag og ég ætla bara að sýna ykkur þetta viðtal eða samtal eða hvað þetta og svo förum við beint í umræðar á eftir. Þannig ég skipti með hópa, kveiki á Kastljósþættunum, horfið á þetta og svo farið umræður. Ok? Ég var ekki með neitt annað input í öllum hópunum og þetta inputið, kveiki á Kastljósinu og svo Kastljósþátturinn búinn. Þá segi ég, ok, hér eru svona hjálparspurningar til að hjálpa ykkur á stað, farið í gegnum þetta. Fyrsta spurningin hvað viðtalið? Já. Svo einhver spurninga, svo spyr ég sko, finnst ykkur einhver í samtalinu vera meira sannfærandi en hinn? Já. Eitthvað sem að þú ert sammála hjá öðru hvoru? Já. Og eitthvað svona, þetta voru 4 spurningar, bara svona ótrúlega almennt og ég var að fá þau til að hugsa að því að það sem ég hamra á í kennslunni alltaf, ég hef gert það nokkur sinnum, verið gagnrýnin á það sem ég segi við ykkur, verið að því að ég er búin að útskýra fyrir þeim sjónamið, Söndru Harding, þú veist, bara að skipta máli hver segi hvað og hvar og hvenar, þannig að bara verið gagnrýnin á það sem ég segi, það er gott, verið gagnrýnin á það sem ég sýn ykkur á töflunni, sem ég miðla til ykkar, en verið líka gagnrýnin á okkur sjálf, svona self-reflection, bara það er gott, vera sjálfsgagnrýnin. Þannig að, aftur, faraðu inn í þetta og þannig ég svolítið að hvetja til þess að vera gagnrýnin á alla hátt, á þau sjálf og svo náttúrulega taka svolítið svona samtalið, sín á milli. Svo bara taka þau umræðina og svo spyr ég bara, fer ég svona, hvað voru þið að tala og eitthvað svona og það bara kemur alls konar upp og ég er svona, ok, áhugavert og eitthvað. Þetta var allt sem að ég gerði með þetta vídeo, með þetta Kastljósviðtal. Ég var ekki að tala annað þeirra, það vildi bara þannig til að þetta tengdist beint námsefninu og það nú bara í hvort það sé alnámskráni eða eitthvað, en það mælst til þess, það í áfangalýsingunni í kynjafræði og örugglega í námskráni líka, að draga inn umræðu í samfélaginu inn í kennslustofuna
til þess að nýta það. Það er beinlýst það sem ég á að vera að gera. Og þarna bara er þetta sett upp í hendurnar á mér, gjörðu svo vel, horfið á þetta og ræðið þetta. Ég var aldrei að tala um Snorra Másson, ég var aldrei að segja hvað mér þætti um hann eða þetta viðtal, ekki neitt. Ég tvisvar sinnum sýndi eitthvað frá honum. Fyrsta skipti sem ég gerði það var í fyrsta tíma hjá öllum nefndum, það sem að innleggi er semst í þessari viku að kynna bara kynjafræði. Hvað er kynjafræði? Spurningin er semst bara í þessari viku, hvað er kynjafræði? Þú veist, þetta er skildu fag, þeir eru mættiðna, hvað er þetta? Og það sem ég byrjaði að gera í fyrstu tímanum til þess að kveiki í þeim, til þess að svona aðeins að reyna að fá þau með mér í það er ég á búin að klippa saman myndband af Alþingi, Snorra Másson þingmanni að tala um kynjafræði, af Ein Pæling, kollega okkar, að tala og ranta um kynjafræði, hvað það er, og síðan öðrum kollega að fjalla og ranta um kynjafræði á sínum vettvangi. Þannig að allir þessi einstaklingar eru á opinberum vettvangi að tala um kynjafræði. Og ég veit það að mínir nemendur höfðu séð eitthvað af þessu. Reyndar vildi það saman til að ég spurði þið eftir á vitið hverjir þetta eru sem ég var að sýna ykkur. Hafið þið séð þetta áður? Langt flest hafið séð þetta áður. Þannig ég var ekki að segja neitt nýtt. Ok, og þannig ég segi í kjölfarið þessu eitthvað á þá leið, þetta er það sem hvort ég hafi notað hugtakið sérfræðingar götunar segja um kynjafræði eða eitthvað svona og segi þessir einstaklingar eru ekki kynjafræði menntaðir og þeir eru ekki að kenna kynjafræði. Ég vona að eftir veturinn hér þá munið þið vita betur en þeir hvað kynjafræði er og hvernig það er. Og svo fer ég yfir nokkur atrið sem að þeir sögðu sem var meðal annars það væri bara ein skoðun leyfð, að það væri ekki hvað til samtals í kynjafræði og þetta væri bara fróðufræði og heilaþvottur. Þetta er svona helstu punktarnir og ég er bara fer aðeins yfir þá og útskýri akkurat þetta. Ég hveti samtals og umræðina, það er metið mér þess að til einhvernar, mér er alveg sama hvaða skoðanir þið hafið, við höfum ákveðna vinnureglur að ef að þau eru hróplega ósamála einhverjum, þá tökum við samt sem hafa tillit til fólks og við megum vera ósamála, klárlega, endilega, en hvernig við segjum það skiptir máli. Og þá segi ég líka við, bara segið allt við mig, en takið til þess að samnemendur ykkar eru alls konar, komur alls konar fjölskyldum, alls konar bakgrunn og það líka hef ég svo sannarlega í huga þegar ég er inn í kennslustofunni, valdið sem ég hef, og það er eitt af það sem ég hef talað um í kynjafræðinni, að ég hef bilaslegt vald, það eru valdatengsl milli mín og nemenda. Þannig að þess vegna passaði mig alltaf, ég er ekki að karlmennskan er ekki mætt inn í skólastofuna, það er kennarinn og kynjafræðingurinn. Og áfram með þetta myndband að þú ert ekki bara að spila gömul podcast frá karlmennskunni í tíma. Nei, og það er, þú veist, aftur með staðsetninguna, þarna er dregin ályktun í þessu vídeó hjá þingmannunum að ég sé að tala illa um hann, að ég sé að sína eitthvað myndband frá honum í annarlegum tilgangi til þess að koma einhverju innrætingu pólitískum skoðunum mínum á framfæri eða höggja á hann eða höggja á hann og grafa undan honum og dregur það ályktun út af þessu sem að hann sér og hann segir síðan hafa eftir einhverju nemanda að ég tali miður fallega um hann Svolítið eins og að tala um að fækkun sjóræningja auki Nei, ég meina hrattara hlínun. Þú veist, já, en þannig er náttúrulega bara ekki bara, þú veist, ok, það er verið að vega mér persónulega, það er, þú veist, svo ég tæki nú það. Já, þetta var rosa fókusur á þig. Nú er ég bara svolítið, ok, ég ætla ekki að segja ég sé algjörlega hlutlaus. Nei. Ég skal alveg, liggur kannski í augljóslega, hvað segir maður? Uppi. Það liggur í augum uppi, ætla að segja. Hvor ég held að hafi svona aðeins meira rétt fyrir sér. Og það er að sjálfsögðu kollega okkar, en fyrir mér þá var þetta svolítið svona rætið, svolítið svona mér fannst hann vera að mála þig rosalega upp svona eins og hann var svona í að því að þú verður að taka hann fyrir, leggja hann í einelti, breiða út eitthvað sem er ósatt um hann og svo kolli. Það var rosa skrítið að horfa á þetta. Já, en ég skil það, þú veist, og ég skil það, ég meina,
Nú ætlum ég ekki að vera að draga neinar ályktanir eða halda áfram að tala þennan þingmann heldur bara þetta myndband og það sem hann í rauninni, það ályktanir sem hann dregur út frá því sem hann hefur séð, þessar glimpsu sem hann hefur fengið og já, svona, hvað segir maður, munnlegar heimildir úr tíma að að þetta náttúrulega bara einmitt verið að vega mér sem fagmanni og kennara en ég skil það vegna þess að við erum mjög ósammála almennt og ég hef gagnrýnt hann en ég er menntaður kennari, ég veit hvernig maður nálgast börn, ég hef unnið með börnum og unglingum og ungu fólki þú veist, ég veit ekki, í 20 ári eða eitthvað þú veist, ég kann það ég er ekki pólitíkus hvergi þó að ég sé pólitískur utan kennslustofunar eins og mjög margir kennarar og hann reyndar samþykir það að það geti verið en það sem að mér finnst alvarlegt í þessu og ég tók svona hvað ég segja, það sem að mér fannst mest leiðinlegt við þetta það snýr ekkert að mér heldur snýr það að því hvernig hann er að misnota ef að segja það er tilfinningar og þá upplifun sem hann hefur af mér og því sem ég hef verið að segja og gagnrýna hann af því hann hefur ekkert verið að svara málefnilega því sem að ég hef verið að gagnrýna með hann er að nota mig til þess að halda áfram að grafa undan kynjafræði almennt hann, þú veist, það er það sem að mér sárast í þessu í kjölfara á því að vera búin að gera lítið úr kynjafræði á opinberum vettfangi til dæmis í þessu umrædda viðtali og í pontu alþingis nýta sér í rauninni hvað að segja, þetta almenningsálit sem er að sveigjast í hans átt eða í átt af því sem hann heldur fram Akkurat. Til þess að hvað að segja byggjandi sér málstað ég ætla að segja gagnrýna tilvist ákveðins þjóðfélagshóps algjörlega sem hann á að starfa fyrir algjörlega og þú veist, og María Hjálmdís sem að fór í þetta viðtal hjá kvöldfréttum sínar hún í rauninni svaraði þessu mjög vel með innrætinguna þú veist, og pólitískt að þetta væri svo pólitískt ég hveti ykkur bara til þess að kíkja á það og þetta er svo einhvern veginn þetta er svo mikil afbökun að festa hugmyndafræði og pólitík bara við eina námsgrein en ekki allar hinnar sem að eru bara allar aðrar félagsvísindagreinar já og ekki einu sinni félagsvísindagreinar ég meina það er alveg fleiri greinar sem eru pólitískar vegna þess að á bakvið þekkingarlegan grunn í bara líffræði læknisfræði og öðru liggja einhverjar ákvarðanir hvað telst vera viðurkennd þekking í fræðunum það er í sjálfsög pólitískt þú veist, þannig að það er allt í grunninn pólitískt en auðvitað vegna þess að þetta er að skoða vald, mismunun og stöðu fólks með óþægilegum hætti róttækum hætti þá eðlilega þegar þú ert þarna í pólitíkinni þú veist þá eðlilega ertu kannski ekkit mjög hlindur svona fræðigrein og finnst hún kannski bara óþægileg og það þarfst að nota sandkorn af sannleika til þess að blása út og afbaka en já, ég ætla að halda áfram með það sem að mér fannst sárast í þessu er hvernig þetta er einmitt, þetta vegur að þetta svona stráir efasemdum í augu fólks kynjafræði almennt að það sé og ætti að vera skyldugrein sem að María benti á að það er eftir ítrekað ákall nemenda á landsvísu þetta sprettur upp þar sem krafan að gera kynjafræða skyldufægi í framhaldsskólum kemur í kjölfar á MeToo-byltingu í framhaldsskólan árið 2021-2022 þetta hafi komið fram áður frá nemendum á landsvísu nokkrum árum áður og nemendur í framhaldsskólum innan skólana hafa verið bæði að velja mjög mikið kynjafræðina þegar það var ekki skyldufag og kallaði eftir því að þau sem ekki velja fari í kynjafræði En er kynjafræði ekki er það orðið skyldað í grunnskólum eða ekki? Nei, það er ekki Nei, en náttúrulega Ég segi nú bara eins og Snorri Másson skrifaði á internetið árið 2015 ég segi nú bara kynjafræði í grunnskóla please Já, en og María fór mitt yfir þetta þú veist, kynjafræði, kennsla og fræðsla er alls konar það er ekki alltaf verið að gera það sama og það þarf að aðlaga alltaf að aldursópum þú veist, með að út frá reynsluheimi eins og ef við ætlum að tala kynjafræði í fyrsta bekk það er ekki sama kynjafræði og er í
ég veit það ekki, framhaldsskóla Það sjálfsögðu ekki þú veist, það er bara, þú veist, hvað með strákar og hvað með stelpur, hvernig eru strákar þú veist, bara pæli þessu, sko kynja kerfinu, hérna, á þess að notast við háfleg hugtök og orð sem að þú náttúrulega hefur óbeit á þannig að nú er ég komin út í móa því ég ætlaði að fara eitthvað með þessu Já, kynjafræðina almennt að, já, nei, ég datt út tökum minn nei Sko Já, ég datt út þú dast út Ég ætlaði að fara að tala allt annað, sko já, ertu komið nóg að þessu trúnói? Nei, minnst það gott Já, ég Minnst það gott, minnst það gott ég ætlaði að almenna þetta líka Ætlaði að almenna þetta? Já. Og hvað þýð það? Generalisa, Ok, almenna já yfir bara reynslu mína af því að taka afstöðu í lífinu Ok, að þetta er þema þarf að segja sko að fara í mig persónulega og kannski eitthvað sem er satt þú veist, eitthvað sem ég hef sagt eða eitthvað sem ég hef gert eins og sýnt Kastljós viðtal af Snorra Másinni þú veist, það teki eitthvað sem er satt og það er sett upp það er sýnt eða sagt frá í öðru ljósi en kannski er nálægt sannleikanum eða meiningar mínar með því að vera að segja sína hlutina og svo hjólaði mig persónulega já og svo er ég svo mikill ógeðsfáiði, ég er svo ógeðslega heimskur hvað er ég að pæla, af hverju er verið að hleypa mér inn í grunnskóla af hverju fæ ég að bara starfa innan hérna, MK mig persónulega og þetta er sko, þetta er sárt þetta er óþægilegt og sko ég er náttúrulega verið að vinna úr þessari reynslu líka bara hjá sálfræðingi sko að og ég virka þannig að þegar svona er í gangi og einmitt fólk í kringum mig segir það er nú aldrei svo að hamast á þér eða hvernig líður þér Þorsteinn minn eitthvað svona ótrúlega næs eitthvað í vinnunni þú veist, mér finnst ekkit eitthvað að vera brjálaði núna sko Nei. mér finnst þetta bara að vera chill Ok þú veist, núna er chill sko þannig að ég er alveg góður en hins vegar triggerast taugakerfið þegar ég heyri af því að það er eitthvað í gangi sem tengist mér og ég veit ekki hvað það er okay. þannig að það er óvissan sem að mér er miklu verri heldur en ok, nú er ég búin að horfa á þetta myndband ég er búin að sjá þessar fréttir ég er náttúrulega ekki búin að skoða kommentarkerfina því að það segir mér ekkert til viðbótar Ég ætla samt að segja eitt um það á eftir ok, þannig að hérna, það er meira óvissan og síðan það sem að særir mig og mér finnst ótrúlega sárt og leiðilegt er þegar að, já nei, þetta er ekki svona þú veist, þetta er bara rátt þetta er ekki rétt, skilur það er vont það er hérna upplýsingaóreiðan sko já, nei bara veist, mér er tíðrætt um hérna já, en bara ímyndið ykkur ef einhver er að tala um ykkur og er að segja eitthvað já, ég menna, svo gerði hann þetta nei, ég gerði það ekki og ef ég væri búinn sem ég er ekki búin að gera þessi þátt kemur út jafnvel eftir 4 daga að ég ætla ekki að ávarpa þetta ef ég myndi gera það ef ég hefði farið í kvöldfréttir í beina í gær ef ég hefði skrifað status verður ekki að setja hana þátt út á morgun ef ég hefði gert eitthvað þá væri það orðin frétt þá væri þetta orðið já, Þorsteinn þykir veist, þá væri þetta bara áfram og ég bara, ég nenni því ekki ég nenni því bara ekki skilji en ég valdi þennan vettvang að tjá mig um þetta og hér er ég búin að fara yfir sviðið já. og get útskýrt þetta í löngumáli Eitt sem að mér langaði að koma inn á með kommentarkerfinu. Já, hvað með það? Ég var að segja þér áðan þegar ég spurði hvernig ertu að vera hamast á þér. Við höfum ekki talað um þetta að hinga til. Þetta er búið að vera í gangi í 3 daga. Ég vissi þetta ekki fyrir henni gær. Já. Af því að, og ég var að útskýra fyrir þér áðan að sko, ég fer rosalega lítið inn á DF og þetta drasl og hérna ég er líka búin að minnka Facebook mjög mikið til þess að reyna að koma veg fyrir að ég sé alltaf að rífast við ykkur að kalla á hérna internetinu. Það er skynslegt. Að sko algoritmi nýtti saman í gær sko og það var svolítið árið svolítið svona eftir á og hérna og þú ert nú ekki mikið að hérna ringi kallinn og segja herru, ég er eitthvað lítill í mér og mér langar að tala um þetta hérna. Ég er ekki lítill í mér yfir þessu. Nei, ok, ég er stríðar. Og það sem að mér fannst áhugavert þegar ég skoðaði kommentakerfin. Já, þú gerði það. Já. Það var veistla. Var mikið að kommenta með það? Nei, en við getum sagt að ég kannaðist við mörg nöfnin. Við getum orðað þannig. Já, þetta er einsleitur hópur. Það er eiginlega algjör brandari sko. Þetta er fólkið sem fyrir 5 árum var alltaf að tala um bara
að þetta vinstra vóklið hérna er bara fast í bergmálshelli og það er svo algjörlega það sem þau eru núna þetta er svo fyndið, en allavega það sem ég ætla að segja er það sem ég var svo merkilegt og kannski lýsandi yfir það hvað upplýsingaóreiðan og svona ég ætla ekki einhvern svo langt að segja múgæsingur en svona við getum sagt það að skósveinar eða fylgismenn ákveðina manna þeir æsast alltaf upp þegar kemur eitthvað svona upp í fjölmiðlum og það, ég gerði svona óformlega tölfræði og það voru cirka 40% af kommentunum sem ég fór yfir á einum miðli sem voru neikvæð þig þar voru menn að segja að þú væri svo óþolandi athyglisjúkur alltaf bara eitthvað svo athyglisjúkur, hvað er hann alltaf að opna kjaftinu og ég var bara eitthvað býttu nú aðeins hann var ekki að því það er annar maður að tala hann hann var bara að kenna þú veist, hann er ekki einu sinni búin að segja neitt þetta og bara, ég botni ekki í bara hvar er heilastarfsemin á fólki sem les þetta horfir á myndbandið þú veist, fer í gegnum þetta einhvern veginn þarf það að koma þú veist, það þarf að gerast eitthvað í kollinum á þeim til þess að þau setjast niður og skrifa eitthvað eða ekki það er hvergi eitthvað sem að kveikir á perinu sem að bara eitthvað, hann var ekki vekki athygli á þessu en nei, ég ætla að skrifa hérna hann er alltaf svo athyglis ég fatt ekki hvað er í gangi með þetta lið bara sorry Nei, ég held að flest okkar svona almennt bara eru almennt ekki þarna sko í kommentunum Nei, þetta er hávær lítill hópur ég ætla að leyfa mér að halda þig fram það er bara þannig, ég meina hérna vinkun okkar vegan hvalavinur og grísavinur Rósa læknir hún gerði eitthvað tímann úttekt hljómar svona eins og teiknimynd hvalavinurinn Rósa læknir já, nei hún er vegan og alveg bara þú veist, já, hefur verið að gera flotta hluti í veganaktivismannum að hún hérna tók eitthvað tímann út sko, þá bara kortla hún hverjir er þetta sem er að kommenta já og tók hana, hún lýsti þessu í viðtalið mjög huldengtumann og hún komst að þetta er sami hópurinn sem er alltaf að drulla yfir hana og hennar veganisma þetta er sami hópurinn og er alltaf að kommenta á transfólk gegn bólusetningum þú veist, þetta er bara mengi þú veist, ég man ekki hvort það var með tölfræði 60% eða 70% bara sama fólki sem er bara alltaf já, ég var að segja á öndurum meiði við svona viðtekna vístila þekkingu. Það er alltaf sömu nöfnin, það er ótrúlegt. Við búum ekki mörg á þessu landi og maður í alvörinni bara þekkir nöfn og prófílmyndir af því að það er alltaf sama fólki sem skrifa undir, sama hvað það er. Sama hvort það sé mitt, þú veist, hérna, einhver svona transfóbísk hundaflöta eða, þú veist, hérna eitthvað bara víst, að sé 5G í hérna, Soros að sprauti okkur 6G vaka, víst, eitthvað bara svona, bara eitthvað svona hvað er að gerast það er lýgileg fylgni á milli fólk sem að hérna, óttast bóluefni og óttast transfólk já það er fylgni, það er spurning hvort það sé eitthvað hvað er orsakasamband? Það er spurning. Það er hlustandi. Já, er ekki bara. Hlustandi dagsins. Jæja. Hvað ætlar að gefa mér í dag? Þessi er sko, já. Ég var að hugsa daginn setti ég þessa í alvörinni onni í pokan eða ekki? Nú. Hún er svo galin. Nei. Jú. Við tökum hana einni mínútu og tökum svo aðra. Vá! Já. Ef þjóðvegur 1 væri einstefna, væri hann betri réttsælis eða rangsælis? Og hvers vegna? Þetta skrifar, þetta er enda svolítið fyndið. Þetta skrifar örfhendlingur í afneitun. Nei! Þannig hann erum við með einhvern örfhendling. Heyrðu. Já, þú ert náttúrulega búin að segja okkur að það væri betra að væra í hægrumferð. Nei, vinstrumferð. Það er betra að keyra hægra megin að þú tekur betur eftir hlutuna sem er vinstra megin já, reyndar er það ekki betra? Af því að þá sérðu alltaf bíl skiptir ekki svona lengur máli en allavega,
ef að væri bara hægt að fara annan hringin kringum Ísland, hvað hringin væri betra að fara? Þetta svo heimskuleg Við tökum út einni myndu og tökum annað með það Ég myndi segja réttsælis, sólarhringin Og myndi byrja að fara í gegnum Borgarnes Byrjar Borgarnes, þú fer fyrst að stytta til Akureyrar en til Hellu frá Reykjavík Já, það því þú verður að fara allan hringin og ætlar að fara til Hellu það bara einstæðna þannig að ætlar að fara til Hellu þá ertu að taka næstu í hringin í landið Herðu, býttu nú við Já, ég fatta núna Nei, ég myndi segja hitt Akkurru? Ég fyrir miklu oftar á Suðurland heldur í Norrland Já, og hvernig ætlar að komast tilbaka? Fuck Já. Ég þarf alltaf að fara hringin Já, þú veist alltaf að blengi skiptir ekki máli hvora áttina það færi Já, herri, ég myndi bara þá aldrei fara úr Reykjavík Sennilega ekki Þannig að svarið skiptir ekki máli að því við myndum ekki kæra neitt ef að við þyrftum alltaf að fara hringin í kringum landið Já Dýl Já Herru, þá komum við að hlustanda dagsins Tilbúin með það? Já, hvað er það? Þessi líka svolítið á léttu nótunum Já Herðu, hvað er besti matur sem þið eldið eða bakið og geti kent fólki að elda á sirka 2 mínútum Já og hver eru helstu mistökin sem fólk gerir þegar það eldar eða bakar hann Já María Eldey skrifar þetta Eldey Hey. Vilt þú byrja? Þú eldar ekki Ég eldar lítið en ég er svolítið svona samlokumeistari Ég er í alls konar svoleiðis sko. Hvaða mistök hefur verið að gera í samlokubransanum? Einu sinni brendi ég samloku við svo heftalega ég held að pannan hafi aldrei beðið spætur en Já, þú ert að gera það á pönn? Já, ekki Svona smjörstegt Svona vegan smjör Hvenær gerir þetta síðast? Það er meira mánuði síðan Sko go to Sko, ég er að horfa bara hérna Þú ert að geta kent ykkur um þetta á 2 mínútum Það verður því að kenna fólki Ég get kent þér á 2 sekundum að segja hvað það gera Já. Þessi réttur Þú tekur brauðsneið Þessi réttur Þú tekur brauðsneið og ofan á brauðsneiðina setur þú bakkaða bönir og ofan á bökuðu bönar setur þú sneið á osti svo setur þú op búið Þetta er kallað rónabrauð og er gómsett máltíð þegar maður nennir engu og hefur afskaplega lítinn tíma Shit, Ég veit að því Já, takk Sko ég nefnilega einhvers staðar á lífsleiðinni sennilega fylgir því að búa og eitthvað þá fór ég að elda miklu meira og ég fór svona aðeins að mér langar endur að fara námskeið til að læra að krydda almennilega en Það er mjög mikilvægt til matagerð Jú, sérstaklega með bökuðum bönum Jú. Herðu, ég ætla að tala um pizzugerð Já, og akkur fattaði það ekki af því að ég fekk þrá ekki á tímabúti fyrir pizzum Þegar ég kíki niður á svölunum mínum þá sé ég pizza opnin þinn Já. Þú veist með svona pizza aðstöðu úti já, eins og alvöru kallar sko. Þess vegna er það nú í bókinni sko, þriðjuvaktar Við hliðin á bjórkælinum Akkurat Og getinu herðu, pizza þetta er svo geðveikt einfalt og þetta er lang best að gera þetta sjálf og þetta er í alvörunni ok, þetta er bara 1 póki hveiti bara, og þið þurfum helst að nota sko pizzahveiti eða Manitoba Þú er bara 2 mínútur að kenna þetta, fljótur Já, ég bara segja, veljið gott hveiti helst lífrænt Manitoba eða þú veist, hérna 00 hana hveitið ok, þið velgi vatn svona, ég var að segja 38-40 gráður ég er að notast í svona 650 millilitra velgi vatnið, set bara í svona hræriskál hendi bara strax svona tæplega matskeið af geri ég er bara að vinna með þurrger 30 grömmar salti, það er að salta þetta mikið 30 grömm? Já, svo bara helli öllu hveitin úti hræri og ef þetta er blautt þá þarf ég að setja aðeins meira hveiti af því þú vilt ekki hafa þetta ofblautt heldur ekki of þurrt en það er eiginlega erfiðara finnst mér að hafa þetta blautt heldur en þurrt af því að þá festist það við Já, af því þá er bara erfitt að gera kúlurnar Herru, síðan er lykilatriði þetta þarf að eiga sér stað svona cirka í hádeginu vegna þess að þú ætti að láta degið aðeins taka sig klukktími jafnvel,
jafnvel morguninn í bara skálinu með plast yfir svo, hnoður kúlur hnoður svona úr þessu ert að fá kannski svona 12 tómu pizzu svona 7 stykki eða svo 10 sekundur eftir og hnoðar og þá bara þetta tilbúið, þetta stendur á borðið í 2 tíma þá bara tilbúið og þú bara þú ert ekki búin að segja neitt bara með deigklump af því að það lykilatriði, svo bara setur hvað sem á þetta já, og kannski fletur hann út já, og svo notar þú bara puttar og fletur út og þetta fletur út sjálf sko, þú þarft ekki að nota kukukjöfli þú bara ítir bara hvað gera pizzumenn og konur þeir bara sveifla sér og hendur sér í loftið og gegnum klofið og bara nógu þund, bara íta út köntunum ég meina, fórst ekki á Dominos sinni í leikjarnámskeiðum? Ég? Já, að læra að gera pizzu Leikjarnámskeið? Já, varst ekki að vinna í VTR? Voru ekki allir að vinna í VTR einhvern tímann? Það var í heimsókn Dominos Við glemdum að taka tíman að það ekki Jú, en held það sé búinn? Ég held ekki Nei Herðu, svo bara lykilatriði að hnoða þannig að það sé meira í köntunum að sé örþund í miðunni þú veist, pizzasósan sem ég geri það bara tómatar í dós stundum ólífatómutu dósirnar og sett bara basil og smá sykur og smá olíu gluða á þetta rifinostur, álegg, hvað sem þið viljið og hafa opni nógu heitan helvíti heitan sko, það er mjög mikilvægt ég er náttúrulega ekki með opn en ég grilla pítsur og ég er með svona pizzastein og það er mjög það er mjög mikilvægt að steinnin sé svona hann sé svona satanist heitur af því annars er þetta bara ekki að gera sig sko. Nei, ég lendir í því með minn opn sko. Sérstaklega þegar ég var með kóla hittununa ég var nefnilega með viðarkól það er algjör dauð og djöfull nema sem þið risa opn sko. Þannig ég skipt út í gas og það er betra en einmitt, þú verður að gefa þér smá tíma inn á milli pizza það ná upp hittanum sammála þannig að botnin þarf að vera alveg, þú veist, brendur eða heitur en ef þú gerir þetta inn í opni af því að stundum nenni ég ekki að fara út í veðrið þú gerir eitt pizza í opni jú, ég gerir þannig blað já, þá situr þú blástur og bara maxar opnin bara 250 neinin er bara 300 280-300 í blæstri okay. og helst sko bara undirhita ef það er í boði þá færðu krönsið undir og algjörlega bara steikir pizzuna á þess að brenna það sem er óna og ég skal loka fyrir því, ef þið fylgir þessar uppskrift þá þið eru bara golden já, þetta er bara besti matur bara sem við veitum sko. Pizza er algjör snillingur hvaða dagur er þetta? 5. dagur? Það fyrir eftir hvenær við setjum hann í loftið það er 1. dagur eða mánudagur veistu hvað? Ég var að fá svona moment þar sem ég fattaði ég veit ekki hvaða dagur er ég veit ekki hvað ég er að fara að gera mér fannst þess að vera sunnudagskvöld en ég er að fara að kenna bara eftir nokkra mínútur við erum oft á sunnudagskvöldum eftir miðnætti en núna erum við reglufastir heimilisfeður og það er bara 50 dagar á miðjum degi tökutímar milli kennslustunda milli þess sem að þú ert með einhverja helvitis innrætingu í ungdómi landsins þarna ætla ég að fara og ert að fá greitt fyrir það frá okkur, skattborgurum ólíkt því sem alþingismenn fá greitt fyrir